Góðan daginn og komið þið sæl og blessuð. Fyrir hönd Rikk býð ég ykkur velkomin á þennan 4. upplestur eða hádegisfyrirlestur þessa haustmisseris 2021. Ég heiti Katrín Harðardóttir og með fundarstjórn hér í dag. Fyrirlesari dagsins hún Katrín Ólafsdóttir, aðjúnkt og doktorsnemi við menntavísindasvið. Í fyrirlestur sínum mun Katrín fjalla doktorsverkefni sitt sem fjallar gerendur ofbeldis í nánum samböndum. Í verkefninu beitir Katrín femínískum kenningum til þess að skýra hvernig ofbeldi þrífst og viðhaldið í nútíma samfélagi. Sjónum meðal annars beint að því hvernig einstaklingar sem sjálfir skilgreina sig sem ofbeldismenn eða sem gerendur ofbeldis í nánum kynnum sjá ofbeldisverk sín og hvernig þeim finnst þau endurspegla hverjir þeir eru og hvað þeir standa fyrir. Niðurstöðurnar setur Katrín meðal annars í samhengi við samfélagslega umræðu ofbeldi í íslenskum samtíma og býður áhorfendum til samtals stöðu mála. Og gjörðu svo vel, Katrín. Ég hef ekki öðru við að bæta. Komið að þér. Takk fyrir. Já, ég hinn Katrín og ætla að segja ykkur aðeins frá doktorsverkefninu mínu sem að ég nú að vonast til þess að ljúka einhvern tímann svona innan við árið, segja það, svona farið að síga á seinni hlutan. Og í verkefninu ég að skoða viðhorf gerenda ofbeldis til eigin verka og mótun sjálfsmyndar. Og þetta í rauninni, þetta hefur verið svona þrískipt verkefni þar sem ég byrjaði á að taka rýnihópa viðtöl við ungt fólk samþykki og svona grásvæði í kynlífi og svona kannski mörk þess sem samþykkt og ekki samþykkt. Svo tók ég viðtöl við gerendur viðhorf þeirra til eigin verka, en ég tók líka viðtöl við þolendur viðhorf þeirra til þess ofbeldis sem þeir hafa orðið fyrir og til gerenda. Og upp úr þessum viðtölum hef ég svo unnið 2 greinar, eina sem eiginlega alveg tilbúin sem ég ætla að tala hérna í dag og svo aðra sem er í smíðum. Og þannig í dag þá langaði mig að segja ykkur frá grein sem ég kalla svona í almennu tali yfirleitt bara skrímslið, svona vinnutitillinn á henni, því það svo rosalega langur, einmitt svona akademískur flottur titill að skemmtilega að segja það ekki neitt, tölum bara skrímslið. Og já, þannig að það það sem ég langar að segja ykkur frá í dag, en svona heildarmyndin af þessu öllu saman einhvern veginn ætlað að varpa ljósi á eðli og ólíkar birtingamyndir kynbundins ofbeldis í okkar samfélagi og hvernig ofbeldi þrífst og viðhaldið í samfélaginu. Þannig að það svona það sem að mig langar til að geta sagt ykkur eitthvað á doktorsverkefninu minni. Þannig að ég býð ykkur öllum þangað hér með. En sem sagt, það sem að, já, ég kannski bara fyrir hingað, já. Þannig að í þessari grein sem að ég að leggja loka hönd á með leiðbeinendum mínum, henni Önnu Dís sem að hérna, og þá það skrímslið. Þar ég að byggja frásögnum 6 gagnkynhneigðra karlmanna á aldrinum 18 til 35 ára sem að allir gangast við því að hafa beitt maka eða vin ofbeldi í nánum kynnum. Og í þessari grein þá ég að reyna að skoða og varpa ljósi á hugmyndina eða mýtuna skrímslið og hvaða áhrif mýtan hefur á gerenduna. Það að segja hvernig þeir þá sjá sjálfa sig og sín verk út frá þessari hugmynd skrímsli sem í rauninni ríkjandi hugmynd kynferðisofbeldi í okkar samfélagi. Skrímslið náttúrulega eins og þið þekkið þessi hugmynd eitthvað svona hættulegan mann sem að ræðst að konum í myrkrinu og augljóslega samfélagslega sköpuð hugmynd sem að byggir á einmitt svona þekktum orðræðu stefjum ofbeldi og nauðgunarmenningu.
og við sjáum þessa hugmynd í ályktunum okkar einmitt nauðgun og ofbeldi í samfélaginu og þetta eru oft hugmyndir sem að eiga sér síðan enga stoð í raunveruleikanum. Þetta ekki raunveruleg mynd af því hvernig þetta ofbeldi birtist en hefur sem sagt svona mikil stýrandi áhrif á hugmyndir okkar. Og ég sem sagt að skoða þessa hugmynd út frá aðferðum hrif og orðræðu greiningar. Og orðræðu greining náttúrulega þekkt fyrirbæri sem að flestir á kannski heyrt þar sem við erum svona að skoða hvaða áhrif bæði tungumál og hugmyndir hafa og það hvernig við hugsum hluti og hegðum okkur. Og svo það hrifin, það það sem heitir á ensku affect theory og gengur svolítið út á að skoða þess að svona tilfinningalega vídd orðræðana. Þannig að við erum svolítið að reyna að bæta tilfinningunum inn í mixið til þess að fá skýrari mynd af því sem í gangi. Þannig að þá ég svolítið mikið að velta því fyrir mér hvaða orðræður og hrif þessir gerendur grípa í þegar þeir eru að reyna að átta sig á því sem hefur gerst. Og orðræðurnar verða svona eins og einhvers konar farvegur fyrir tilfinningarnar og þá það spurning sko út frá félagslegri stöðu þessara einstaklinga hvaða orðræður og sjálfsmyndir í boði og hvernig sem sagt ólík staða þeirra gerir það að verkum að sem sagt þeirra svona hvað ég að segja sýn á ofbeldi og ofbeldisverk ef til vill ólík. Þannig að rannsóknarspurningin á endanum einhvern veginn gengur út á þetta sko, hvaða áhrif hefur orðræða skrímslisins á viðmælendur og hvaða tilfinningar hlaðast upp og hvernig eru þær ólíkar þessara einstaklinga á milli, einhver mynstur í því, það það sem ég svolítið svona reyna að fókusa á. Þegar ég fór svo að tala við mína viðmælendur þá var það eiginlega bara, það gerðist, ég var ekki að leita að hugmyndum skrímsli, ég var bara að tala við karlmenn sem hefðu beitt ofbeldi, gengust við því og vildu tala við mig, tala við þá bara ofbeldisverkin og hugmyndir, samfélagslegar hugmyndir, viðhorf til kynja og svo framvegis og þeir sjálfir á einn eða annan máta nefna allir skrímslið. Þannig að sko annarkvort eru þeir að tala skrímsli sem aðra menn, þeir vísa í skrímsli sem einmitt þessar þekktu hugmyndir ofbeldi og svo framvegis og þeir eru einhvern veginn svona að máta sig við skrímsli og þeir gera þetta sem sagt alveg sjálfur í þessum viðtölum þannig að það var einhvern veginn svona þráðurinn sem ég greip og fannst svona áhugaverðast að byrja að svona pota svolítið í og reyna að átta sig á okkur þeir allir tala skrímsli og hvaða áhrif það hefur á þá. Þannig að í rauninni greiningin, svona þessi greining á gögnunum sem ég var að klára núna, hún samanstendur af svona ólíkum tilbrigðum við skrímslið. Og þá sjáum við hvernig menn til dæmis ræða skrímslið sem einhvern svona stigmatiserandi flokk. Þeir ræða skrímslið í tengslum við ábyrgð á verkum sínum. Og svo ræða þeir skrímslið í tengslum við einhvers konar stjórnlausa karlmennsku. Það að segja þeir eru að tengja þetta við svona, hvernig við sjáum fyrir okkur karlmenn. Og ef við byrjum með þetta á skrímsla hegðun eða stjórnlausir karlmennsku, samanburðinum á því, þá það semst þannig að það varð mjög skýrt mjög fljótt þegar ég að vinna í gögnunum að skrímslið náttúrulega birtist á mjög ólíkan máta en það eru samt svona klasar, þið veitir. Þannig að eitt svona klasin eða þemaðir þetta þegar þeir fara að vísa í sko svona hugmyndir það að skrímslið tengist einhvern veginn sko í rauninni hugmyndum þeirra hvernig karlmenn eigi að vera og haga sér og einstaka sinnum þá missir stjórn á sér og þá sé það svona einhvers konar stjórnleysi karlmennskunnar sem að taki af þeim völdin og í því augnabliki hagi þeir sér eins og skrímsli. Þannig eru þeir ekki skrímsli, heldur geta haga sér eins og skrímsli þegar reiðin einhvern veginn tekur af þeim völdin. Þeim var rosalega umhugað að ég fengi það upplýsingar nákvæmlega hvað það var sem fékk það til að missa stjórn á sér hverju sinni. Þeir alveg bara gefa mjög detailðar lýsingar á því hvernig þetta gerðist.
Og þetta eru í þeirra huga einstök atvik sem að þeir grípa í til að útskýra. Og það út af fyrir sig áhugavert vegna þess að þolendur horfa, sem ég talaði við, töluðu miklu frekar kerfi ofbeldis eða, þú veist, greina ekki sundur 1, 2, 3 atvik, heldur tala bara þú veist, bara 5 ár af ofbeldi, skiljiði. Og eru jafnvel komnir eða eru jafnvel á þeim staði sem úrvinnslega þetta svo mikil þoka einhvern veginn að greina engin einstök atvik í þessu. En fyrir þessum gerendum þarna var þetta mjög skýrt. Þetta eru einstök atvik og þeir telja þau til og útskýra í dítela. Og já, þannig að þeir eru svolítið mikið að spá í því sko af hverju þetta gerist, þannig að þeir líta tilbaka. Og þá kemur þetta svolítið eins og sjá út af æskunni. Þeir eru mikið að líta á sinni eigin lífssögu, hvað búið að ganga á í mínu lífi og einhvern veginn leggja á það áherslu að ofbeldið sem að þeir frömdu voru viðbrögð við þeirri stöðu sem þeir voru í. Og þannig geta þeir einhvern veginn til dæmis tengt reiðina við fyrri áföll og einhvern veginn að reiðin gerir það að verkum að missi stjórn á sér, eins og þið sjáið hérna hjá honum Tómasi sem segir einmitt, þetta hefur actually orðið til þess að ég get verið rosa vondur stundum og svo safnast þetta saman og fær að springa út af og til, samt mælirinn alltaf fullur. Þannig að þarna sjáum við bæði hvernig hann sko vísar í æskuna og vísar í áföllin og tengir reiðina við það. En á sama tíma þá hann þarna í rauninni að nota áföllin sem hann hefur gengið í gegnum sem afsökun fyrir því að kunni ekki að vinna úr tilfinningunum. Og þar með talið þessari reiði sem að lét hann missa stjórnina. Þannig að hann ekki að taka ábyrgð á reiðinni, hann bara að segja okkur að þetta reiðin að kenna, en hann hefur ekki stjórn á henni. Sko hjá þessum hópi viðmælenda, þetta eru einstaklingar af verkamannastéttum. Og þeir vísa líka í mjög svona heteronormatíva diskursa þegar við erum að tala karlmennsku hugmyndir og vísa rosalega mikið í samband sitt við sína maka og þá gjarnan í einhverjum svona orðræður rómantík. Það að segja mikil ást eða skortur á ást. Þetta algengt stef í þessum sögum. Og Tómas til dæmis, einn minna viðmælanda, hann segir við mig sko, hann tilbyði kærustuna sína eins og einhvers konar gyðju. Hún sett upp og alveg rosalegan stall. Hún alveg einstök og ég gæti búið til trúarbrögð í kringum hana. Og þetta svolítið stórt hlutverk fyrir stúlkuna að hafa í hans lífi. Og þarna sjáum við líka sko þegar viðmælendur ræða þessi sambönd sín að þeir vilja gjarnan líka segja söguna þannig að þó að makinn sé svona frábær og á svona háum stalli þá samt líka eitthvað að makanum og það svolítið til að tosa hana svo niður í raunveruleikan og geta gert hana einhvern veginn meðseka í því sem að gengur á. Og þá segir til dæmis Óskar, eða Tómas segir reyndar líka sko sem ég var að tala hérna áðan, hann segir sko að kærastan hans sko sem hann dýrkaði svona, hún var líka svolítið meðvirk og þráhyggjugjörn. Og hérna sjáum við Óskar sko hérna niðri, sko hann talar að kærastan, hún svo ávanabindandi, hún svo heroín, en síðan á sama tíma þá sambandið stormasamt og destruktið. Og þá hann að reyna að tosa hana inn í þetta. Þú veist, við eigum stormasamt samband, þannig þetta ekki bara mér að kenna, þetta líka henni að kenna. Þú veist, við saman bara ekki gott mats. Þannig að það alltaf verið að reyna einhvern megin að dreifa ábyrgðinni eða í rauninni bara koma sér undan því að taka hana. Þannig að sko, einmitt, Óskar sem að tala þetta stormasamt og destruktiv og svo vísaði stundum einmitt í þessar orðræður sjúka ást og aggressív samskipti. Og við sjáum þetta eiginlega ennþá betur hérna. Þetta Óskar líka. Hann segir hérna, ég ekkert að afsaka mig, en hún var að ráðast á mig. Og svo endar hann þetta á, sko, ég ætlaði svona bara að sýna henni að ég geti kýlt hana líka. Það að segja, þú veist, þá þau í einhverjum konflikti, en þú veist, þannig að þetta svo stormasamt, þannig eiginlega henni að kenna, þannig ég varði eiginlega bara að sýna henni. Þið veitir, þetta svo, já, svolítið, þeir einhvern veginn reyna alltaf að tosa þér inn til þess að gera þér meðsekar því það auðveldara heldur en að þurfa að taka fullkomna ábyrgð á sínu ofbeldi. Ragnar sko sem að þið sjáu svo hér, hann segir sko, hann gengur ennþá lengra sko, hann segir í rauninni að við aldrei elska kærustuna sína og að hún elskaði hann
sér hann eiginlega frekar sem merkjum og hún hafi verið svolítið svona needy eins og hann segir og á svo einmana og hún hafi í rauninni svolítið bara hengt sig á hann og lýsir henni þar með eiginlega svolítið eins og sníkjudýri sem að festi sig á hann af því hún var alltaf að reyna bjargunum sem honum fannst ekki nauðsynlegt í þessu samhengi og þess vegna hafa hann neyðst til þess að vera með henni og að sambandið á endanum gert það að verkum að hann beitti hana ofbeldi. Þannig að þá er þetta orðið sambandin að kenna því það var eiginlega ekki annað hægt af því að hann var einhvern veginn fastur í hennar vef sko. Þannig að þú veist, þarna er enn og aftur verið sko að fókus á hana til þess að fría sig ábyrgðar. Þannig að þessir gæjar, þeir töluðu allir að sko vissulega, þú veist, hefðu þeir brotið af sér, en, það kemur alltaf en, þú veist, það er einhver saga og svo líka sko, þá eru þeir alltaf líka benda á að það séu líka til menn sem séu raunveruleg skrimsli sem að gera miklu verri hluti og þannig séu til stærri skrimsli en þeir. Þannig að þeir eru að reyna að staðsetja sig einhver staðar þarna á þessu rófi að þeir hafi vissulega gert eitthvað sem er ekki í lagi og sé virkilega ljótt en það er samt til eitthvað verra þarna fyrir utan sko. Þannig að allt snýst þetta einmitt sko þennan flótta frá ábyrgð og raunverulegu uppgjöri. Skrímslaflokkurinn sem slíkur er náttúrulega bara erfiður fyrir einstaklinga, fyrir gerendur, vegna þess að eins og þeir sjá þetta gjarnan, þá er skrímslið sko eðlis, það er eitthvað sem eðlis gerir þig. Skrímslið eru vond, þannig ef þú ferð inn í flokkinn skrímslið þá ertu bara automatist orðin vondur og það viljum við ekki. Þannig að í þessu hérna undir þema, stigmatisering skrímslisins, þá sjáum við hvernig einstaklingar, og þetta eru sérstaklega strákar af miðstétt, þetta er áhugavert, þetta er aðeins öðruvísi hópur. Þeir neita sjálf greina sig sem skrímsli. Þeir vilja ekki fara inn í kassan, sko. Og við sjáum þetta hérna einmitt hjá honum Karli sem að segir einmitt, sko, hérna, ég geri þetta svolítið til þess að sýna að ég er ekki skrímsli. Það er svolítið mikilvægt, hann reyna að sýna fólki að hann iðrist. Hún finnst mikilvægt að hamra svolítið á þessu. Og til þess að sýna fólki að hann sé ekki skrímsli, heldur er hann manneskja. Og við getum séð það að hann sé manneskja vegna þess að hann harmar það sem gerðist. Og þannig er hann aftur að reyna, sko, skrímsli hafa ekki svona tilfinningar. Skilji, skrímsli eru alltaf vond og þau iðrast aldrei. Þannig að hann getur ekki verið skrímsli vegna þess að hann iðrast. Þannig að þarna sjáum við hvernig skrímsli í þessu tilviki hefur allt öðruvísi áhrif á það hvernig hann talar sín brot. Og þessi einstaklingur sem ég segi er að miðstétt meðan hinir sem að ég var að sýna ykkur áðan eru af verkamannastétt. Þannig að það eru öðruvísi áfall sem hann er að ganga í gegnum hérna. Og hann lítur svolítið á þetta sko, þessa eftirsjá sem merki það að hann hafi gott siðferði og þetta er honum mikilvægt. Ef við höldum svo áfram og sjáum hérna annað dæmi stigmatiseringuna, þá sjáum við hérna dæmi, þetta er hann Einar, það vantar nafnið hans, að hérna Einar hann svolítið talaði mikið það hvað það væri mikið áfall fyrir hann sem einstakling sem hefði alltaf litið á sig sem góðan gæja að vera í rauninni komin í skrímslaflokkin. Hann er að lýsa því fyrir mér ítrekkaði gegnum viðtalið hvernig hann fellur á milli flokka. Hann var góður og núna er hann skrímsli og hvað þetta hefur, sko þetta bara svona hristir hans kjarna og allt í einu veit hann ekkert hver hann er. Hann er búinn að tapa í rauninni sko sjálfsmyndinni og er að reyna að setja út alls konar anga til að reyna að halda í eitthvað sem hann getur sýnt fram á það að hann sé ennþá það er eitthvað gott í honum sko. Og hann upplifir þetta í rauninni bara sem dauðadóm. Þú veist, þetta er náttúrulega rosaleg lýsing að grípa í bara, þú veist, þetta er bara eins og að vera dauðadæmdur, að fá þennan stimpil og hérna er hann að tala stimpilinn að vera skrímsli og það skrímsli sem hann var tengdur við er nauðgari. Og hann einhvern veginn lýsist því að þegar hans mál kvisast út og kemst á allra vitorð að hann hafi beitt maka sinn kynferðislegu ofbeldi að þá hann einhvern veginn svona fundið skrímslið hellast yfir sig og allt sjálfið og hans daglega líf og hann einhvern veginn bara gat sig hvergi hreyft. Og þannig myndast svona dissonans á milli sko þess sem hann upplifir og þess sem samfélagið er allt í einu að segja hann. Ég er góður en samfélagið segir skrímsli. Þannig að hvað er að gerast? Þú veist, þetta gengur ekki upp. Og þetta skapar hjá honum mikla hræðslu, mikinn kvíða og hérna, tilfinningar sem hann ræður einhvern veginn ekki við. Og hann segir hérna líka sko, nauðgarar eru einhverjir aðrir, þeir eru vondir.
og það hefðu kannski poppað upp hjá mér einhverja viðvörunarbjöllur ef ég hefði verið meðvitaður það að allir geta nauðgað. Hann var í alvörunni algjörlega fullviss það að menn eins og hann, góðir, gæti ekki nauðgað. Síðasti flokkurinn hérna, svona síðasta þemað í þessu, það hvernig þeir svona eru að reyna að taka ábyrgð eða í rauninni að forðast að taka ábyrgð. Þetta þessi dans í kringum ábyrgðina og hvað ábyrgð og svo framvegis. Og þarna það líka mjög ólíkt út frá stétt hvaða svona orðræður eru náttúrulega í boði fyrir þessa einstaklinga til þess að ramma inn ofbeldisreynsluna og þessir einstaklingar af miðstéttinni, þeir grípa gjarnan í jafnréttisorðræðuna af því við búum náttúrulega í jafnréttisparadís, hér allt fullkomið og frábært og þeir trúa því að konur og karlar eigi að fá sömu laun og svo framvegis, þá þeir með jafnréttið á hreinu. En síðan bara allt í einu sér maður brestina í þessari þekkingu eða skilningi þeirra kannski frekar á jafnrétti. Og eins og Einar bendir okkur á, þá segir hann honum fannst hann eiga í mjög góðum samskiptum við stelpur almennt og skildi þess vegna ekki hvernig hann gæti hafa verið ofbeldisfullur gagnvart maka sínum. Þannig að fyrir honum þá þetta misskilningur. Og hann bara talar ítrekkað þennan misskilning sem hafi orðið á þessari stundu og hann hafi í rauninni aldrei ætlað sér að beita ofbeldi, þannig að það var ekki ásetningur hans að gera svo. Og þess vegna þegar hann hugsar þetta og talar þetta, þá bara hellist yfir hann þessi kvíði og hann bara lamast einhvern veginn allur. Og hann segir það í viðtalinu og honum þætti rosalega erfitt að lifa með þessari staðreynd að í rauninni ekki vita alveg hvað gerðist og einhvern veginn getur þess vegna ekkert unnið úr þessari reynslu að fullri alvöru vegna þess að hann svo fastur í þetta sé bara misskilningur, þannig að hann getur ekki tekið ábyrgð, hann fastur. Og hann segir síðan aðeins seinna í viðtalinu, þá hann einmitt svo mikið að fókusa á þessi orð, Þú veist, í lagi að nota bara sama orð yfir eitthvað sem misskilningur og eitthvað sem bara mest brútal ofbeldi sem getur dottið í hug. Þarna hann bara fastur og hann kemst ekkert lengra. Þarna bara úrvinnslan fer ekki lengra. Og þetta náttúrulega bara ótrúlega algengssaga, bara svo það sé sagt. Hann á bara gríðarlega erfitt með að nota hugtakið nauðgun sem lýsingu á því sem gerðist og getur þar af leiðandi ekki skilgreint brotið sem nauðgun, þannig að hans þolandi mun aldrei fá að heyra það frá honum. Við sjáum þetta líka einmitt, mér finnst svo erfitt að nota orðið nauðgun, en vissulega það ekkert nema nauðgun þar sem ég þvinga fram vilja mínum við sofandi manneskju. Þetta hann Jón, þetta annar viðmælandi sem einmitt líka að tala það hvað orðið nauðgun erfitt. Þessi einstaklingur hins vegar, sá eini af mínum viðmælendum, gat færst til, það að segja, hann að tala sjálfan sig í þátíð, hvernig ég einu sinni gat ekki notað orðið nauðgun, en ég í dag búin að átta mig á að það sem ég gerði var nauðgun. Þetta ein einstaklingurinn sem þar með raunverulega tekur ábyrgð á því sem gerðist og lýsir því í rauninni gríðarlega vel hvernig ferlið hjá honum, hvernig það að melta þessa hluti. Hann lýsir því hvernig hann áður fyrr taldi sig hafa tilkall til kvenna. Hann lýsir því hvernig honum fannst bara eðlilegt að hann fengi kynlíf þegar hann vildi af því að hann væri bara flottur gaur. Og einhvern meginn sem karlmaður þá hefur maður bara svona réttmætt tilkall til kynlífs eiginlega bara hvernig sem þó hann lýsir þessum hugmyndum rosalega vel, tekur fullt að dæmum einhvern meginn hvernig hann hegðaði sér áður fyrr. Síðan bara gerist það að einhvern daginn þegar hann kominn hann brýtur kynferðislega á vinkonu sinni og getur einmitt ekki skilgreint þetta sem ofbeldi, en það situr eitthvað í honum, einhver óþægindi sem hann veit ekki alveg hvað á að gera við. Og hann talar það, þú veist, að þetta hafi verið eitthvað svona skrítið, eitthvað sem að olli honum einhverjum óróa og vissi ekki alveg hvað hann átti að gera við þetta. Seinna meir svo, þá hann í sjálfsvinnu, í rauninni í öðru samhengi, en ákveður að ræða þetta, bara þú veist, þessi ónóttu tilfinningu sem hefur setið í honum þarna í einhver ár, yfir þessu atviki. Og einhvern veginn tekur þessa tilfinningu til marks að það hafi í rauninni verið eitthvað rangt sem hafi gerst þarna, annars væri hann ekki stöðugt með þessu ónóttu tilfinningu.
og áttar sig síðan þá á því, eins og hann segir þarna, að bara ég var ekki með samþykki, ég svaf hjá sofandi manneskju og það ekkert annað heldur en nauðgun. Og þegar hann segir þetta, þá hann líka að lýsa því hvernig hann í rauninni komin lengra og hefur áttað sig á þessum skaðlegu viðhorfum og í rauninni, þið veitu, komist einhvern veginn lengra, hann hefur aflært að vissu leyti skaðlega hegðun eða skaðleg hlutverk. Og sem sagt komin vel á veg í sinni úrvinnslu. Og hann skilur þennan aðstöðu mun kynjana sem að engin annar af mínum viðmælendum eiginlega virtist skilja. Og skilur að þetta felst í skaðlegum viðhorfum hans til kvenna. Þannig að þetta ótrúlega svona áhugavert dæmi, sérstaklega í ljósi einmitt umræðunnar í dag hvernig við tökum ábyrgð og hvernig gerendur ættu að vinna þessa hluti. En einmitt, hvað að gerast í dag? Það allt að gerast í dag, eins og þið veitir. Og búið að vera mjög svona áhugavert að fylgjast með umræðinni. Ef ég reynir svona setja þetta aðeins í samhengi við þessar niðurstöður, sko, það mjög skýrt í minni rannsókn að stéttastaða hefur gríðarleg áhrif á það hvernig einstaklingar vinna úr sínum brotum, hefur gríðarleg áhrif á karlmennsku hugmyndir og gríðarleg áhrif á hugmyndir þeirra ofbeldi. Þetta eitthvað sem við á Íslandi höfum bara lítið skoðað. Það bara áhrif stéttastöðu á bara hugmyndir okkar, möguleika og tækifæri í lífinu og svo framvegis. Þannig að það margt sem við höfum eftir að gera þarna. En þetta hefur sem sagt rosalega áhrif á þátttakendur, bæði hvernig þeir upplifa og vinna úr því ofbeldi sem þeir hafa beitt. Og karlmennska og bara hlutverk kynjanna í tengslum við þessar hugmyndir eitthvað sem við erum ekki búin að rannsaka nógu og þurfum að aldeilis að gefa í. Sko, það eru svona tvær hetjur sem ég búin að nota mikið þegar ég að svona reyna skrifa fræðilega þessa hluti og reyna að tengja í einhverja svona hugmyndir stétt og karlmennsku og svo framvegis. Og þá sem sagt breski félagsfræðingurinn Alison Phipps, hún búin að skrifa svolítið mikið virðingu í tengslum við einmitt nauðganir og stétt. Og hún tengir saman hugmyndir virðingu og karlmennsku og hvernig þessi hvíti gagnkynhneigði miðstéttar karlmaður nýtur ósjálfráðrar virðingar í samfélagi okkar. Þetta bara eitthvað sem bara fullkomlega gefið. Og þetta það sem að þessi hvíti miðstéttar karlmaðurinn líka nýtir og við hinn í rauninni náttúrulega líka ómeðvitað til þess að aðgreina hann frá öðrum hópum. Þar með hann ekki hinnir hóparnir sem að mögulega hafa ekki sömu virðingu. Þannig að hún setur þetta svona í samhengi við það hverjum við trúum til þess að nauðga. Auðvitað ekki strákunum sem að njóta virðingar. Hin hliðin á þessu, það einmitt Beverly Skeggs sem líka breskur félagsfræðingur og hún einmitt að tala þetta með þessi menningabundnu einkenni eða félagslega stöðu sem að einmitt festa suma hópa en auka hreyfanleika annarra og þá það einmitt að vera hvítur og miðstéttar eykur þinn hreyfanleika en ef þú ert ekki hvítur og miðstéttar þá orðinn fastari. Og þetta á þá við ef við hugsum út frá mínum viðmælendum á þetta strákana að verkastéttinni því þeir eru miklu fastari. Þeir hafa ekki sömu möguleika til þess einhvern veginn að hreyfa sig. Og Skeggs talar líka það hvernig sko ákveðnir stimplar við erum miklu meira tilbúin að trúa því að ákveðnir hópar brjóti af sér. Þannig að við trúum því frekar að menn af lægri stéttum og menn af erlendum uppruna brjóti af sér. Og hún vissulega að skoða þetta í samhengi við Bretland og að skoða þetta út frá svörtum mönnum sem lendi í breska réttarkerfinu. En það áhugavert og mikilvægt að hafa í huga. Það var gerð skýrsla árið 2013 hér á Íslandi þar sem var tekið út kæruhlutfall í kynferðisbrotamálum hjá lögreglunni og meðal atriða sem eru þar talin til sem atriði sem að auka líkur á því að kæra sig gefin út ef gerandi á við fíknivandastríða, ef gerandi á við félagslegan vandastríða og ef gerandi af erlendu bergi brotin. Þannig að þetta vissulega líka eitthvað sem að við erum að sjá í okkar samfélagi og þurfum að opna augu okkar betur fyrir. Og þetta skýrir líka svolítið það að dæmin sem að við sjáum að lesum í fjölmiðlum þegar við sjáum umfjöllun nauðgun eða heimilisofbeldi þá það einmitt dæmin sem að styrkja orðræðuna skrimsli því það eru þessir einstaklingar sem að fengu kærurnar
Það einmitt ekki hvíti miðstjætta maðurinn. Sko, og ef við setjum þetta einmitt svona í samhengi aftur að hérna viðmælendur mínir að verkastétt, sko, það kom þeim eiginlega varla á óvart að þeir væru komnir í þessa stöðu. Það var eins og þeir væru, sko, á einhvern hátt innst inni undirbúnir undir það að verða einhvers staðar á lífsleiðinni bendlaðir við einhver svona atvik. Ekki endilega heimilisofbeldi eða nauðgun en einhvers konar ofbeldi. Það bara, þetta var ekki svo sjokkerandi fyrir þá og fyrir strákana af miðstéttinni. Og einmitt, ef við skoðum viðbrögð miðstéttastrákana sem ég talaði við, þeir eru svo vanir að njóta virðingar og eru allt í einu komnir með stöðu mögulegs skrímslis og þeir bara festast í einhver svona limbói af kvíða og sársauka og þeir skilja bara ekkert í því hvernig það gerðist að þeir séu allt í einu komnir í þessu stöðu og eiga þar að leiðandi gríðarlega erfitt með að taka fulla ábyrgð. Þannig að þetta náttúrulega mjög mikilvægt að hafa í huga hvað þessi viðbrögð þeirra eru ólík og hvað við erum stutt komin á veg með að skoða þetta í okkar samfélagi og við þurfum náttúrulega að leggja bara heilmikið í það núna ef við ætlum að skilja og reyna að uppræta kynbundið ofbeldi. Sko, í þessum MeToo sögum sem við höfum séð núna í seinni bylgjunni þá hafa íslenskir menn verið nafngreindir og þeir hafa verið ásakaðir kynferðisbrot. Og það hefur skapast rosalega mikil heift í þessari umræðu og hún búin að vera gríðarlega flókin og það skín í gegn í samfélaginu að þegar fólki þykir erfitt að heyra nauðgun í tengslum við einstaklinga sem að þeim finnst ekki samræmast skrímslunum. Þannig að það sem þetta gengur út á. Og þetta sem sagt skrímsla hegðun sem borin upp á einstaklinga sem eru í kastljósinu og við erum búin að setja upp á stall. Og við bara meikum þetta ekki, sko. Okkur finnst þetta bara svo ógeðslega óþægilegt. Meðal annars vegna þess að þetta krefur okkur það að líta í eigin barm og skoða okkar eigin viðþorf og fæstir eru bara tilbúnir í slíka sjálfskoðuna því hún bara flókin og erfið. Beli Skeggs, vinkona mín sem ég nefndi áðan, hún talar líka einmitt karlmenn í forréttindastöðu og þannig erum við náttúrulega vissilega að tala karlmenn í forréttindastöðu. Og hún talar einmitt það táknræna vald sem að þeir hafa í höndum sér bara í ljósi þess að vera gagnkynhneigðir karlmenn sem að einmitt eru þekkt andlit eða bara, þú veist, getur fjársterkir aðilar í einhverju lögfræðingar flotti gæjar. En þetta gerir þessum einstaklingum kleift að fjarlægja sig frá athöfnum sem að við sem samfélag teljum siðferðislega vafasamar eða glæpsamlegar. Og þegar þessir gæjar segja, ég gerði þetta ekki, þá erum við miklu líklegri til að trúa því. Þannig að, þú veist, í svona íslensku samhengi, þá það yfirleitt þannig ef einhver gerandi kemst, sko, ef við erum tilbúin að kaupa umfjöllun geranda sem við trúum að sé gerandi, þá hann í rauninni alltaf bendlaður við einhver andleg eða líkamleg veikindi, hann sé sjúkur, hann geðveikur, þú veist, við notum þessi orð til að lýsa þeim. Og þetta í rauninni gerir það að verkum þú veist, að við erum að sjúkdómsvæða vandann, við erum að segja þetta ekki hver sem við erum að segja þessi veiki maður, og þetta líka einstaklingsgeri vanda sem náttúrulega klárlega afleiðing af skaðlegum viðhorfum alls samfélagsins en ekki, þú veist, einstaklingsbundi vandamál. Þannig að þá það spurning, sko, hvort að þú veist, þessi frægu menn, sko, sem við erum að horfa á núna, sko, við náttúrulega getum ekki hort á þá sem sjúka menn. Þannig að gömlu hugmyndirnar okkar hvernig við afgreiðum gerendur, það virki ekki lengur. Af því við erum ekki tilbúin að segja að þessir frægu einstaklingar, hvaðan þeir komu úr samfélaginu, séu veikir. Við dýrkum þá. Þannig að þetta passar ekki saman í kollinum á okkur. Þannig að við leitum eins og brjálæðingar einhverju ljósi í myrkrinu, hvert ég að fara með þessa sögu, sko. Og þá einmitt fyrir við og göngum á þolendur og krefjum þá að færa sönnur fyrir máli sínu sem við vitum svo að það náttúrulega í fyrsta lagi bara ósanngjörn krafa og í öðru lagi bara mjög oft ekki hægt. Þannig að þetta verður gríðarlega flókið. Þannig að sko, þetta svona að einhverju leyti gæti svona útskýrt þessi heftulegu viðbrögð sem við erum að sjá núna frá stuðningsmönnum þessara meintu geranda. Þeir bara ekki til í þetta. Margir sko, sem hafa verið nefndir í þessari umræðu, þeir náttúrulega vilja ekkert kannast við að hafa beitt ofbeldinu, þeir eru ekki sjúkir, þeir hafa gott siðferði og svo framvegis. En sko, hversu líklegt það að allir þolendur þessara manna ljúgi? Þú veist, það bara svona spurning til að spyrja sjálf sig, hversu líklegt það í rauninni? Bara skil ykkur eftir með það, ég ætla ekki að svara því.
En sko, annað svona líka, varðandi þetta sem ég langar að líka nefna, sko, ég talaði við stráka sem eru úr verkamannastétt og ég talaði við stráka sem eru svona kannski að lægri miðstétt. Ég talaði ekki við neina sem að spila fótbolta og enga sem eru úr efri stéttum samfélagsins. Þeir vilja ekki tala við mig. Alveg sama hvað ég búin að reyna og þú veist, ég reyndi rosalega mikið og sett út alla ánga til þess einhvern veginn að reyna að finna viðmælendur sem komur úr þessum efri lögum samfélagsins og það gekk ekki neitt. Og þá spyr ég mig líka af hverju, þú veist, hvað er það? Er það af því þeir beiti minna ofbeldi? Nei. En eitthvað þú veist, algjörlega stoppað á í að stíga fram og þú veist, bara tala við mig undir sko nafnlengd, það var ekki einu sinni í boði. Allavega hefur ekki tekist hjá mér hingað til, skilji. Ég bara auglýsa eftir þessum viðmælendum ef einhver vill tala við mig. Þannig að, þú veist, hvaða orðræður ætli þeir einhvern veginn vinni út frá og hvaða tilfinningar ætli hlaðist utan á þeirra ofbeldishugmyndir í þeirra félagslega samhengi. Þú veist, það er eitthvað sem við bara höfum ekki alveg náð utanum ennþá, af því þessir einstaklingar njóta svo mikillar virðingar og skjóls í ljósi, þú veist, í krafti virðingar, að við bara einhvern veginn náum ekki til þeirra. Rétt að lokum, sko, skrímslavæðing persónu gerir samfélagslegt vandamál, kynbundið ofbeldi er samfélagslegt vandamál sem hlýst af skaðlegum viðhorfum til kvenna fyrst og fremst og skrímslavæðingin þar af leiðandi er skaðleg fyrir alla, hún er ekki bara skaðleg fyrir gerendur, hún er sérstaklega skaðleg fyrir þolendur og hún er skaðleg fyrir okkur sem erum að reyna að skilja ofbeldi og vinna gegn því. Þannig að svona öðrun á gerendum er bara til þess fallin að ýta þeim ennþá lengra frá hinum sem eru góðir og búa til einhverja tvær fylkingar. Þannig að þið viti, það þarf náttúrulega bara að eyða þessari skrímslavæðingu. Að hafa meitt aðra mannesku er eitthvað sem hlýtur að vera hluti af tilfinningalegu farteski geranda. Sko, það var svo skýrt í frásögnum þessara einstaklinga að sérstaklega þeirra miðstétt að þeir vildu einhvern veginn losna frá þessum sársauka. Þeir finna til af því þeir hafa meitt eitthvað en þeir geta ekki gengið í gegnum sársaukann til þess að reyna að taka ábyrgð, heldur leið og þeir byrja að finna til og ýta þeir öllu aftur niður, hlaupi burtu, skilji. Þess vegna er þetta hamra á sem sársaukan, sko, að þeir þurfa að átta sig á því að þú kemst ekki frá sársaukanum ef þú ætlar að komast eitthvað áfram í úrvinnslu á þínum brotum. Úrvinnslan felst á því að ganga inn í sársaukan og reyna að skilja hann, því þetta er nákvæmlega sami sársauki og þolendur eru fastir í og þolendur komast ekki frá. Og það er leiðandi eiga þeir ekkert að sleppa neitt auðveldar með það, bara alls ekki. En þeir eru að reyna og það snýst að reyna að fá þá í rauninni til að skilja að þessi sársauki í rauninni það sem gerir þá mannlega og ef þeir myndu líta á hann og nýta hann, þá gætu þeir komist eitthvað áleiðis í úrvinnslu. Þeir kalla eftir nýrri orðræðu ofbeldis. Þeir náttúrulega margir eru að tala um það að við eigum ekki nota svona hrikalega orð, eins og þeir ítrykuðu þannig, vilja ekki nota orðið nauðgun. Ég er náttúrulega ekki sammála því. Við náttúrulega verðum að nota orðið nauðgun nauðgun og líkamlegt ofbeldi og svo framvegis, sko, við erum ekkert að fara að gefa þeim neitt afslátt. En ég er hins vegar sammála því að orðræðan eins og hún er núna er náttúrulega byggist á þessari skrímslavæðingu og hún er ekki gagnleg. Þannig að við þurfum að finna nýja leiðir til þess að tala þessu ofbeldismál en þessar nýju leiðir náttúrulega þurfa að fela í sér viðurkenningu á sársauka brotaþola og þörf brotaþola fyrir réttlæti. Það þarf náttúrulega einhvern veginn að vera grunnstefið í þessari orðræðu. Á sama tíma þá þurfum að krefja gerendur að taka ábyrgð og ekki sleppa þeim með sársaukann. Þar þurfa þeir að vera. Ef okkur tekst að gera þetta, þá líka opnast nýjir möguleikar fyrir gerendur til þess að horfast í augu við vandann og leita sér aðstoðar, svo ekki verði fleiri þolendur þeirra ofbeldis. Já, ég held ég hafi svo sem ekki ætlað að segja mikið meira þetta, nema þið viljið náttúrulega ræða þetta mál frekar. Eru þið með lausnir? Takk fyrir. Þetta var ekki smá fyrirlestur. Það var ekki verið svona. Já, ég hafði bara strax komið spurning, frábært. Gerðu svo vel. Sælir Sigurður, bara brunni sér lof fyrir tímana sem við erum að lifa. Og sér erfið. Já. Líka erfið. Mig langar til þess að spyrja þig, sko við sem erum sko 55 plús.
var síðan bara núna áðan að ræða hérna Gilsenegger karlmennskuna og áhrifin af því að hvernig samfélag mótar þessar hugmyndir sem að leiða til ofbeldis í rauninni. Og hlutverk okkar sem kvenna í þessum aðstæðum er eitthvað sem ég á alveg rosalega erfitt með. Hefur eitthvað skoðað það og jafnvel hlutverk kvenna sem sko gerenda og aðstoðanda. Við erum að sjá sko bara í þessum dæmum sem hafa verið að koma upp. Núna, þú veist, bara hérna Hjalteyri og hérna mannin sem var að misnota börn, það var svona kona við hlið þessara manna sem að skilur gerðu Sem stoppið ekki. einhver. Já. Og síðan sko, þú veist, hvaða hlutverki við sem konur, ekki það ég vil gera konuna, þú veist, fattar hvað ég er að Já, tala já, sko það, þessu samhengi, já, en þessum heimi sem að við höfum verið. En það er náttúrulega þannig sko að þú veist þetta hangir alltaf saman, hugmyndir það hvernig karlmenn eiga að haga sér og hugmyndir það hvernig konur eiga að haga sér og ég meina þú veist karlmennska þrífst ekkert í tómarúmi, hún þrífst náttúrulega í samspili við þú veist kvenleika hugmyndir og þannig erum við með alls konar hérna svona, já hvað við segja, svona íhaldsamar karlmennsku hugmyndum alls konar hugmyndir til dæmis tilkall til kvenna en það fylgir því á móti líka að það líka í styðjandi kvenleika hugmyndir það að konur eigi í rauninni bara gefa sér karlmennum á hönd möglunarlaust án þess að í rauninni spyrja eða draga í efa sko af hverju beðið var eða þú veist hvað það er. Þannig að þetta náttúrulega þrífst alltaf í einhverjum svona symbiósis og ég, sko ekki það ég geti tjáð mig einstaka konur sem áhorfendur í einhverjum brotum en þú veist sem er náttúrulega bara alltaf gríðarlega flókin staða en þú veist konur kannski, þú veist bara sem einstaklingur sem horfir upp á brot, þú veist alltaf gríðarlega flókið mál að ætla einhverjum að stíga inn og stoppa eitthvað sem hún finnst hann ekki endilega hafa valdastöðu til að stoppa og svo verður ofbeldið andlegt gagnvart þeim sem upp á það horfir og hann er þá líka kannski orðinn niðurbrotinn þannig að þetta verður þetta er svo rosalega flókið en það er mikilvægt að hafa í huga þetta samspil kvenleikans og karlmennskunnar í þessu samhengi algjörlega. Svo er ein spurning hérna í miðjum salnum, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel. Já, ég meina spurningu og eina ósk. Já. Ég ætla nú fyrst að þakka ykkur algjörlega frábært. Takk fyrir. Mér langar að biðja að útskýra aðeins og tala aðstöðumun kynjanna. Já. Að biðja að útskýra það aðeins og svo hvort að við fáum ekki örugglega fyrirlestur hina greinina mínar sem var Já, sko þið munið ekkert geta að stoppa mig að tala hana þegar hún kemur. Þar ég mynd að bera saman sko viðhorf hérna sem sagt þolenda og gerenda til upplifana og reynslu af ofbeldi, svona svipuð ofbeldi, þannig að einmitt. En sko aðstöðu mínu kynni, þá er einmitt aftur í rauninni að tala þessar hérna hugmyndir okkar það hvað karlmönnum leyfist og hvað kvenfólki leyfist og í þessu samhengi með þessa millistætta stráka þá lifa þeir náttúrulega í svona stráka menningu að stundum kallað lad culture á ensku þar sem að er bara svona sérstaklega ýtt undir þetta tilkall karlmanna til líkama kvenna og konur eru bara fullkomlega hlutgerðar í þessu samhengi. Þær hafa ekki persónuleika. Þær eru bara einhver kjötstykki til að sofa hjá. Og það verður einhvers konar samkeppni oft í þeirra huga, sko, hversu marga konur þú getur í rauninni komist yfir. En aftur þarna, sko, þú veist, þá kemur líka þessi styðjandi kvenleiki. Svo fullt af konur sem einhvern megin líka, sko, taka þátt í þessu ómeðvita, sko, með því að í rauninni upplifa virði sitt með því að vera þú veist, teknar til greina í þessu og þá sértu fyrst nógu sæt eða nógu flott eða nógu vinsæl og þetta líka náttúrulega virkilega skaðlegt fyrir sérstaklega ungar stúlkur. Þannig að í þessu samhengi með þessu ungu millistættastráka sem hafa þarna beitt kynferðisofbeldi, þá þessi aðstöðumunur og hann svo skýr en þeir skilja hann ekki nema þessi eini viðmælandi sem skildi hann ekki áður
en var að fatta einhvern veginn, hann var að fatta kraftin og bara powerið sem hann hafði bara í stöðu sinni sem hvítur miðstættur karlmaður og hann hafði bara ekki gert sér grein fyrir því áður og það var svo merkilegt við hans frásögn sko. Svo önnur spurningin út í enda. Gerðu svo vel. Hæ. Hvað er með það? Já. Já, sko, ég náttúrulega sé einhvers konar einmitt blindu og eigin stöðu og eigin þátt í endursköpun hlutverka hérna í samfélaginu og ég ég kannast við þetta mál en ég svo sem ekki búin að kynna mér það nákvæmlega en ég man einmitt að ég las sko fréttina þegar hún talaði það væri klár aðstöðumunur á því hvernig væri farið með málin út frá einmitt stétt og hugsaði mér bara, vá, frábært, það gekkja, þannig einhver fleiri að benda á þetta því þetta svo ótrúlega mikilvægt. Þannig að bara hans ummæli koma mér mjög óvart í einmitt samhengi við bæði, það sem ég búin að vera að skoða, en líka bara þessa skýrslu sem frá 2013, hún er ekki ný, sko. Það sem bara verið að skoða bara hverjir eru líklegri til þess að vera kærðir heldur en aðrir. Og hún náttúrulega, var að tala út frá þolendum og þetta sem ég að nefna náttúrulega út frá gerendum, kannski, ég veit ekki, eitthvað tengdi þetta ekki saman en við þurfum að bara senda honum þessa skýrslu því hún náttúrulega bara stórgott tæki skilurðu og ég vil að þetta ekkert eina dæmi sem að við höfum í höndunum sko. En ég veit það ekki, lögreglan sko náttúrulega, hvað ég að segja, hún hugsaði sína og þetta kannski eitthvað dæmi það en við þurfum að skoða þetta nánar, klárlega. Svo hérna fremst ein spurning áður en að kemur hérna aftasta spurningin og svo, já, þú varst á undan Hæ. Takk fyrir aðeinsleikandi. Bara svona þess að grípa hana löggubólta. Ég þekki eins og lögguna og það er mjög mikið af svona, ég ekki rasisti en já. Verði ég heyri sem ekki í mér? Já. Já, ok. En ég ætla að skjóta inn bara einu með sko Kastljós gerðina heitina okkar. Svo það líka sko, það er svona faktur líka inn í eins og svona ímynd kynhegðun þeir mega þess að skilur að konur í raun og veru sækist eftir þeim og okkur svona dót sko. Og svo það var sér orða sem var ekki fyrir nokkrum mannum síðan farið mörk orða skilur og það var önnur litla lítið undan sko. Já. Og þeir nota það, sko, þeir eru til í það því það er ekki ólöglegt. Þannig að þá get ég farið við mörk að það kemur ekki klandur. Og þessi lögfræðingur sem var daginn sem stakk tungurinn í einu á samstarfsskólanum. Já. Sem var einhvern veginn svona... Ég fór við mörk. Það var rosalegt. En mér langar að spyrja þig út í úrvinnsluna og ég vantarlega að tala sálfræðara úrvinnslu þeirra sjálfur á verkefnum. Og þú talar hennan Jón sem er eini sem virðist vera að fara í einhverja einilega úrvinnslu. Hann ekki svo eini sem að reyna. Hann bara svo eini sem virðist... Já. En mér var svona hugsuð og tala greinaminn og verkamannastétt og miðstéttinni. Já. Ég meina text verkamannafólkinu kannski frekar einhverju úrvinnslu með því að taka ekki á. Þannig að text að gangi gegn einhverja sálfræðilega úrvinnslu með því að veltisurnum bara yfir á við erum bara svona. Já, sko, það náttúrulega partur af úrvinnslu að fara í þetta og þeir eru náttúrulega, sko, þessir einstaklingar í suma sem ég talaði við inn í fangilsi, þeir eru alveg í einhverju samtalsmeðferð þar og eitthvað svoleiðis og auðvitað er þetta partur í úrvinnslu en það sem að mér heyrist einhvern veginn á því hvernig þeir tala og svo ber saman við hvernig þessi miðstjórnarstrákar tala að þetta það sem ég myndi kannski vilja segja einhvers konar fyrsta skref í úrvinnslu
að því að úrvinnslan þyrfti svo að halda áfram til þess að þú gætir komist lengra. Þannig að þeir eru komnir á kannski eitthvað svona fyrsta stig, þar sem maður getur átta sig á að þetta sé ekki, þú veist, eðlileg hegðun og að svona, ef ég held svona áfram þá verð ég bara fullkomið skrímsli, þannig ég þarf nú eitthvað að skoða, þú veist, lítið minn eigin barm. En svo verður þetta fyrir sumum hækjan til þess að fara ekki lengra. Þannig að þetta er svolítið svona tvíbent, sko. En síðan skilurðu eins og Einar sem ég talaði við þarna, miðstjórnarstrákur, ég myndi segja hann væri einhvers staðar einmitt svona í miðjunni. Mér fannst hann svolítið gott dæmi einstakling sem að sko hann vill komast út úr þessu, honum líður drullu illa og hann hefur engan áhuga að vera í þessari vanlíðan stöðu, þú veist, en hann langar út. Þannig hann er að reyna rosalega mikið, en hann er rosa fastur á því að geta ekki kallað þetta nauðgun. Og ég vil meina að ef hann myndi gangast við því að þetta væri bara nauðgun, hann hafði ekki samþykki, þá myndi hann mögulega komast á næsta skref sem væri að átta sig á því að þetta er einhvers konar afleiðing af einmitt skaðlegum viðhorfum, þessu svona male entitlement eins og við erum svo ofta að tala núna, sko. Þannig að... Já, svo er hérna spurning aftast, gjör svo vel. Já, svo vil ég og að kæra ekki fyrir þitt innlegg þetta mikilvæga málefni. Það sem við náttúrulega eigum samveg með öllum okkar nákvæmlega þjóð. Jú. En það sem ég er að velta fyrir mér, ég kom aðeins og seint og misti þá sennilega að í samband við hversu marga þú rettir við og hvernig þú valdir þá og áhyggjur mínar af því að þú ekki náttir á þess hóp. Og þá eru vangaveltur það aðferðisfræðilega að hvernig eigum við þá ná til þess hóp. Er betra að það sé karlmaður sem tekir þau við? Já. Allar þessar pælingar eru mjög skemmtilegar. Sko, ég er með viðtöl við 10 gerendur samtals og í þessari grein, þú veist að þetta er náttúrulega bara eiginlega rannsókn, þá vel ég 6 viðtöl sem að bara svona kannski gefa mér góða bita sem lýsa tilfinningum, sko, til þess svona að geta svona sýnt hvað í þessum gögnum er að finna. Ég náttúrulega reyni aldrei að alhæfa út frá þessu litla mengi, en þetta er eiginlegt, þannig að það er svo sem ekki ætlunin, heldur frekar að gefa okkur vísbendingar það hvað við þurfum að skoða betur. Og hingað til það höfum við til dæmis ekki beint sjónum okkar að stétt í samhengi við kynferðisofbeldi. Þannig að við bara, þú veist, þetta er bara svona smá innsýn og við þurfum að skoða þetta betur. Hvað varðar sko hvernig ég fann mína viðmælendur, sko náttúrulega ég valdi þá ekki, heldur það er bara mjög mikilvægt að þeir gefi sig fram við mig til þess að það sé eitthvað traust og viðtölin séu góð. Þá er bara rosalega mikilvægt að það sé bara, og ég legg gríðarlega áherslu á það, þeir velja mig. En ég náttúrulega þurfti góða hliðarverði. Því að þú veist, ég náttúrulega reyndi fyrst í 6 mánuði að bara öskra á samfélagsmiðlum og í einhverju útvarpi bara halló, vill einhver tala við mig og það náttúrulega gerist ekki neitt, þið viti. En með aðstoð mjög góðra hliðarvarða þá náttúrulega á endanum þá fór að mjakast. Og ég er alveg sammála, ég er miklar áhyggjur af því að ég nái ekki til efri laga samfélagsins og mér finnst það virkilega bara svona, þess að fyndi hvað þessi þögn verður mikill partur á niðurstöðunum. Þeirra þögn er bara gríðarlega mikilvæg niðurstaða. En ég hins vegar hef sko trú á því að núna, bæði eftir ég er búin að skrifa svolítið þetta og ég er líka bara búin að tengjast svo mörgum sálfræðingum út í bæ núna með þessari vinnu. Þannig nú hef ég svolítið góða trú á því að ég gæti mögulega náð til eins og 10 karlmanna úr efri lögunum og fengi á til þess að tala við mig. En það var bara ekki breyk þegar ég byrjaði á þessu fyrir 3 árum og enginn vissi hver ég var eða hvað ég var að gera og hvað gerendur væri. Þetta var ekki eins og orð sem fólk var að tala sko. Þannig að það var náttúrulega ekki séns. Þannig að já, það er bara næsta verkefni er að komast að þessum mönnum. Það er svona kannski ykkur ótti á þeim skilur. Já. Með því að opinbera sig. Já. Að þá svona skilur þessi rannsakandi konu í alltaf vera hlutur skilur. Já. Já. Að þá samskilur séu þeir kannski settir í skilur. Já, akkurat. Ótti við það að koma ekki vel út skilur.
Akkurat, og ég meina, þú veist, þessi strákar sem ég var að tala við, ég meina, þú veist, sumir hverjir þeir svona bókstaflega sitast bara, þeir sita og hristast einhvern veginn í stólnum og svo erfitt að færa þetta í orð, þeir gráta, þú veist, það eru rosalegar tilfinningar og þetta eru náttúrulega djúp viðtöl sem ég er að taka, ég sit með hverjum einum í svona 2 klukkutíma, þannig að, þú veist, þetta er erfitt fyrir þá tilfinningalega að takast á við og segja frá og ég er þeim gríðarlega þakklátt fyrir að hafa deilt þessu með mér af því það var ekki auðvelt fyrir þá en rosalega gagnlegt fyrir okkur sem erum að reyna að skilja hvað þeim gengur til eða þú veist hvernig þetta bara gerist og í hvaða samfélagi þetta skapast og hvað við getum gert til þess að reyna að sporna við þessu. Eru fleiri spurningar? Ég er svolítið hrædd að hafa já, það er hérna, mér sýndist ég og byggja Var ég næst? Jú, já, ertu næst, endilega, hvað er með? Ég er bara takk hérlega fyrir æðislegt og þarft og ástæð og ég fór hugsa sér eftir kynninguna þá til að áfara til Já. en það getur því að við vitum ofta svona flottar rannsóknir það kannski lokar svolítið af Já. í háskóla kannski Já. og þetta alltaf, þú veist, til að ná til þeirra Já. að bara að fleiri geti bara taka sínu málu. Já, algjörlega og ég hérna bara þegar ég er búin að prenta út doktorsritgerðina sendi ég hana allar sálfræðistofur landsins alveg bara að gera þessu vel að ég veit það líka af samtölum mínum við fagaðila að það eru rosalega margir gerendur í sálfræðimeðferð út í bæ þú veist, það er einmitt þessi efri stétt hún er ekki í einhver svona opinber úrræði hún er bara í sínum sálfræði tímum en kallar þetta ekkert ofbeldi, þetta er bara eitthvað annað sko. Það talaði að fá fleiri, þú veist, Já. dreifðari og fleiri lög á samfélagsins. Akkurat. Að þá myndur við kannski geta nálgast á því móti. Já, akkurat. Svo eitt ég vil bara að tala stétt í það í rannsóknum á Íslandi, það er svona frekar fyrir brjóstan við mörgum. Sko. Já, ég veit það, af því að við lítum á okkur sem stéttlaus, sem við erum ekki gert. Já, við erum, það er jafnrétti og engar stéttir, þú veit þetta er allt fullkomið. Já, heyrðu, býtu, frú leiðbræðandi, varst þú með? Ég ætla bara að benda á að það eru 3 karlmenn á þessum fyrirlestri. Það er eiginmaðurinn að karlmenn. Ég er bara ömurlegt að það sé ekki fleiri karlmenn hérna inn og sérstaklega því líka að vera fræðimenn síðan að blanda sér í þessu umræðu og mér finnst að þeirra að fylgjast með því sem er verið að ræða Algjörlega. Og svo ætla ég bara að hrósa þér hérna, Katrín, svo gaman þegar þú tekur svona intersection og próf svo skoðar hvaðan karlmenni koma og þetta er bara vísbending og svo leist. En þetta er bara algjört ákall til okkar sem erum að gera rannsóknir á þessu sviði að fara og taka meira mið af einmitt stétt og hérna félagslegri staðsetningu þegar aðra sem erum að tala. Það er ein spurning í lokin hérna. Gjörðu þess að vel. Já, takk Kristín heiti ég. Ég þakka fyrir að mjög mikla ánægði að hlusta á þetta, en hugtakið gerendameðvirkni, Já. nú nýtt í umræðu. Já. Það var eiginlega svona hugláman fyrir mér, Já. þegar ég heyrði þetta hugtak fyrst. Já. Þetta hugtak var vantar. Já. En mér langar hvað tengist ég eitthvað, tengist beint því sem að þú hefur að segja hérna núna. Hver er þín skoðun eða skilgreining gerendameðvirkni og hvernig telur þú að samfélagið sé mjög gerendameðvirk og þá er ég fyrst og, já. Já, sko, gerendameðvirkni náttúrulega birtist okkur til dæmis í því hvernig við erum ekki tilbúin að trúa því að allir þessi frægu menn sem voru nafngreindir hér í sumar í tengslum við MeToo-sögur, við vorum bara ekkert tilbúin að trúa því að ein þeirra væri svo, bara ekki ein. Og bara flestir eru, eða mjög margir, myndu ekki einu sinni í dag ganga svo langt að segja að þeir væru bara sannfærðir að þetta hefði verið raunveruleg brot að baki. Það er gerendameðvirkni vegna þess að þú getur ekki trúað orðum þolanda að það hafi eitthvað brot átt sér stað. Heldur eftir frekar til í að trúa því að gerandinn sem hefur öllu að tapa segi satt. Auðvitað er hann ekki til í að sjálf greina sig sem geranda ef hann hefur miklu að tapa, það er gríðarlega erfitt en þolandi sem þegar er fastur í sársauka eftir brot hann náttúrulega vill bara fá viðurkenningu á sínum brotum, kallar eftir því að á hann sé hlustað og fær í staðinn kröfu að hann færi sönnur á mál sitt og þegar við tökum þátt í þessari umræðu þá erum við gerendameðvirk.
og það það sem að kannski verið að kalla núna gerendameðvirkni í samfélaginu og þetta náttúrulega snýst mjög mikið einmitt efri lögin í samfélaginu þegar gerendur úr efri lögum samfélagsins og njóta þessara virðingar að þá eigum við svo erfitt með að því að við tengjum þá við rétta siðferðislega hegðun og þá getum við ekki trúa því að þeir séu sekir ósiðlega hegðun að það bara passar ekki inn í heimsmyndin okkar og þá trúum við því þegar þeir segja nei, ég ger ekki neitt. Það gerendameðvirkni, það hlust ekki. Og ég bara bæta að styrta Já. að gerendur og hlust, það líka rannsóknir sem sýna það að þegar að skoða svona hópa, að það meiri líkur á að það sé samfellt ef að þolandi í millistéttarstöðu. Já, einmitt. Það tengist líka gegn þolendum. Já, gerir það nefnilega líka og það líka tengist líka síðan drusluskömmuninni og öllu því hvernig við erum frekar tilbúin að trúa einmitt, við förum í þessar hugmyndir að stúlkan var ofdrukkin sem sá nú bara Jón Steinar var nú að benda konum á að hætta að drekka núna í staðinn fyrir einmitt að benda karlmönnum á að hætta bara að vera dónakallar sem hefði verið ágætt spyrjun Akkurat, hann er alltaf bullandi gerendameðvirknir. Ég flott að enda bara þessum nótum. Já, ég ætla að fá að þakka þér, Katrín, nafna, kærlega fyrir þetta flotta erindi og þakka ykkur fyrir komuna og ég ætla að fá að minna á næsta hádegisfyrirlestur sem 9. desember og þar mun Guðrún Steinþórsdóttir flytja erindi sem ber titilinn Án ímyndunar minnar kæmist ég ekkert og þetta erindið ferðalag lesandans inn í skáldaða heima Vigdísar Grímsdóttur. Nánari upplýsingar eru náttúrulega á rik.hi.is og já, svo líka útbrentuð spjöld sem finnast við dyrnar og svo vil ég líka segja að upptaka af fyrirlestrinum á þessari heimasíðu RIK sem ég nefndi áðan, rik.hi.is svo það séum örugglega með þetta á hreinu og náttúrulega á YouTube-brásunum líka. Og já, þá bara þetta er það.